Gleðilegt nýtt ár. Já, það var eitt og annað sem dreif á dag okkar á árinu 2018 og ég var ekki von á öðru en að það veri líka raunin 2019. Þannig að það verður nóg að taka í þessum þáttum. Við byrjum árið á eitt og annað sem gerðist í tónlistarlífinu. Hljóðið úr skeljum að breytast í snigla. Hvað er það? Við förum inn í Eyjafjarðarsveit til að komast að því og hittum þar 3 tónlistarmenn í hugarró. Hljómsveitin ykkar, Hugarró, hvaðan kemur nafnið? Við vorum nú bara að leita einhverju nafni og fundum eitthvað nafn. Allt betur en ekkert. Nú æfið þið hérna í þessum frábæra skúr. Er þetta aðstæða sem þið komið ykkur upp sjálfur? Nei, þetta er sem sagt hljómsveitar aðstæða helg- og hljóðfæraleikana sem við fáum að nota. Og þekkið eitthvað til þeirra? Já, ég myndi segja það. Hvernig þá? Þetta er sem sagt Haraldur Helgason sem sagt Helga úr hljóðfæraleikurnum og síðan er faðir Hinriks líka gítarleikarin. Þannig að tónlist er alveg ykkur í blóðu borin? Jú, það má segja það. Þið tókuð þátt í músíktilraunum. Hvernig gekk? Við komumst í úrslit sem var áhugavert, já, enginn af okkur var að búast því. En það var bara, já. 10 liða úrslit af hvað mörgum hljómsveitum? 32. Já. 32. Og hvert er svo stefnan sett núna? Búnir að komast í 10 liða úrslit í músíktilraunum? Er einhverja fleiri keppnir eða tónleikar á döfinni? Nei, allavega ekkert sem við vitum að í augnablikinu. En við erum að leita á öllu, þú veist. Bara að spila einhvers staðar, sko. Það var gaman. Er þið til að segja okkur aðeins frá þessari upplifun að spila á músíktilraunum? Hún var bara mjög spennandi, stressandi samt, alveg svona smáar samt tíma en samt ekki nærið jafn mikið stress og ég hefði búist við. Það var eiginlega mest bara gaman, sko. Sem sagt Lalli sagði mér einhvern tíma bara hei, ef ekki bara taka þátt í músíktilraunum og ég bara, jú, akkur ekki. Og síðan bara fórum við að tökum þátt. Og síðan komast í úrslit á einhverjum ástæðum. Og síðan hann látið mig vita að við höfum komist inn í músíktilraunir og erum að fara að keppa í Hörpunni. Og ég vissi ekki alveg komið út það en ég meina, það var gaman, svo. Pínu stökk úr þessum skúr, eins frábær hann er nú samt og yfir í Hörpuna. Jú, það er frekar skemmtilegt. Það var spilað tvisvar fyrir framan áhorfendur og það er bæði skiptin í Hörpunni. Í fyrsta sinn. Já. Já, í fyrsta sinn? Já. Fyrsta sinn sem við fórum einhvern tíðan upp á svið, allir 3 að spila, það var í Hörpunni. Og hvernig var? Var það ekki bara geðveikt? Já, það var það, sko. Þannig að þetta er eitthvað sem þið viljið halda áfram með, þetta er hljómsveit sem þið viljið fara með lengra? Ó já, við erum ekkert að fara að stoppa, sko. En lögin sem eru að spila, eru þið að taka einhver cover eða eru þið að spila frumsamið? Ja, þetta er frumsamið, allavega mesta. Og hvaðan fáið þið innblásturinn í lögin sem þið eru að semja? Hvaðan koma hugmyndirnar? Bara, úr allir tónlist sem við hlustum á, sko, til dæmis. Hann er sko stór Tool aðdáandi og ég er stór Nirvana aðdáandi og hann er, þú veist, allstaðar, hann er bara allstaðar, sko. Síðan erum við alltaf líka helga hljóðfæraleikarar, þeir eru mikil áhrif líka. Þannig að þetta kemur úr öllum áttum? Já. Já. Hvað með textasmiði? Hvaðan fáið hugmyndirnar í textana? Það er nú bara það sem Hinrik sér á staðnum yfirleitt, sko. Þetta er í hug oft. En annars allstaðar. Já, bara á meðan þú ert að syngja? Vanlega hef ég engan sérstakann texta en síðan bara eins og á músíktilraunum þá áður en við fórum þá bara gerði ég eitthvað og það hljómaði vel, vonandi. Og er einhver svona draumastaður sem þið myndu vilja spila á? Já, á einhverjum bar í Ameríku. Bara einhvers staðar. Af hverju í Ameríku? Það er svo skemmtileg, þegar maður horfir á sko umbönd á YouTube þá sér maður alltaf, þú veist, hvernig allir klikkast þar.
Við erum allir verið svo, veist, skemmtilega. Ég örugglega það líka hérna í Íslandi, ég veit það ekki. Ég hef aldrei spilað á bar hérna í Íslandi. En Ameríka, þú veist, Ameríka. En ef við hugsum bara framtíðina ykkar, tónlist eitthvað sem myndu vilja gera aðalatvinnu eða eru draumarnir einhvers staðar annars staðar? Ég veit ekki, það er bara ein stefna sem við höfum, það að klára þessar plötu. Klára að semja fullt af lögum, setja á plötu, það er bara aðal stefnan. Ekkert annað. Hvað ætlaði að mörg lög á plötunni? Hvað ætlaði að í minnsta lagi 12. Bara klassíska, 12. Hvað á platan að heita? Það er sko, það var, hvað var það? Hljóðið af skeljum að breytast í snigla. Hljóðið af skeljum að breytast í snigla? Þú verður að segja mér hvaðan það kemur. Sko, litli bróðir hans hefur mjög margar og góðar setningar og þetta var ein þeirra, örugglega besta. Það má ekki vanmeta góðan undirbúning og mikilvægi þess að stilla saman strengi. Þetta þekkir tónlistarfólk mjög vel. Á síðasta ári komu 100 manns saman, 2 hljómsveitir, 2 kórar auk barnakórs til að flytja hið stórbrotna verk Matthæusar Passíuna eftir Jóhann Sebastian Bach á skírdag. Ersten Tage der süßen Brot traten die Jünger zu Jesu und sprachen zu ihm. Matthæusar Passían gríðarlega stórt og mikið tónverk sem krefst margra til að flytja. Hún fyllir þessa stóru bók sem ég hérna held á. Og þetta verk sem að Jóhann Sebastian Bach samdi á hátindi síns feril sem kirkjuorganisti og tónlistarmaður í Leipzig, Tómaskirkjunni í Leipzig, og samið var til flutnings á föstudaginn langa sem guðsþjónusta og hefð var fyrir og enn sums staðar að flytja píslasöguna í tónum. Söguna það þegar Kristur var dæmdur til dauða, krossfestur og dáinn og grafinn. Og í þessu verki þá texti úr Matthæusar guðspjalli sem segir þessa sögu og Bach valdi af einhverjum ástæðum að leggja sérlega mikið í akkúrat þetta verk svo hann semur það fyrir 2 hljómsveitir og 2 kóra auk barnakórs. Þannig að verkið var sérlega íburðar mikið, svo má segja. Og það eins og hann í þessu verki leggi metnað sinn og leggi í rauninni sig undir sem tónskáld. Og þetta svona eins og sýnisbók allt þess besta sem hægt var að gera í tónlist til þess að segja sögu. Við þekkjum náttúrulega á Íslandi hliðstæðu við passíurnar passíusálmar Hallgríms Péturssonar sem reyndar voru, hugsaðir til söngs en við sálmalög sem að fólk þekkti. En þetta verk sem sagt það umfangsmikið að það kemur því miður allt og sjaldan til flutnings og ég svo heppinn að fá að stýra fyrsta flutningnum á Norðurlandi held ég megi segja og hér á Akureyri og sem barnfæddur akureyringur þá var þetta náttúrulega alveg sérlega gaman og ánægjulegt og ekki síst að fá að vinna þetta verk hér með norðlenskum flytjendum, með kórum frá Akureyri og Norðurlandi og hljóðfæraleikurinn sem tilheyrir Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Tónverk af þessari stærðargráðu býsna flókið í framkvæmd. 100 manns koma flutningnum og því skiptir miklu máli að undirbúa sig vel og stilla saman strengi. Undirbúningurinn hófst bara hjá mér eftir áramót. Þá þurfti ég að draga fram stóru bókina því að það voru 10 ár liðin sem ég stjórnaði þessu síðast. Og
það var dásamlegt að opna bókina og fara að skoða verkið og endurlæra það. Sama tíma voru hér 2 kórar fyrir norðan að hamast að æfa og svo þurfti náttúrulega að kalla til einsöngvara, þeir komu víða að. Við erum með söngvarar sem að líka eiga rætur að rekja, sumir til Akureyrar, það fannst mér sérlega gaman. Og ég kom hingað svo og hitti kórana á laugardaginn var og það var óskaplega gaman að hitta fólki sem er búið að æfa þetta frá áramótum og heyra hvað þau voru vel tilbúin. Við áttum mjög góða æfingar helgina, þannig að þegar við komum svo saman hér í gær, hljómsveitin, ýmsum áttum og kórarnir, þá var þetta svona eins og við værum á ættarmóti og allir voru glaðir og þetta bráðnaði saman á stuttum tíma og við áttum dásamlega stund hér í gærkvöldi og þannig verður þetta áfram núna fram að tónleikum sem eru hérna á skírdag. Nú eru þetta í raun engir venjulegi tónleikar, söngvarar og tenórar með hlutverk, 2 kórar, það er leikþáttur í þessu. Já. Þetta er mjög margslungið verk. Já, og mjög dramatískt og það er einmitt, hann nýtir það að hafa þessa 2 kóra til þess að dramatísera allar þessar áhrifamiklu myndir sem koma upp þegar að líðurinn er að mótmæla, þegar að æðstuprestarnir er að hneykslast og hann er sleginn og hann er barinn og þetta kemur allt fram í músíkinni og á mjög áhrifamikinn hátt. Og svo inn á milli kom alltaf undurfallegar útsetningar af sálmum sem að væntanlega er eins og fólkið í kirkjunni sé að syngja og það kemur yfirleitt sem svar við atburðunum á mjög fallegan og áhrifaríkan hátt. Og svo þessar arjur sem að einsöngvararnir syngja sem yfirleitt útleggingar, hugleiðingar það sem er að gerast. Viðbrögð við sögunni, stundum dálítið langar hugleiðingar en það er svo unaðsleg tónlist og þessar arjur í þessu verki margar og allar dásamlega fallegar og mjög ólíka hver annan. Þetta er hérna eins og fjársjóðskista sem er opnuð þegar þetta verk er flutt og það tekur langan tíma. Þetta er alveg með hléið 3 klukkutímar en fólk hefur textana fyrir framan sig og það hefur þessi fjölbreyttu tónlist og það á engum að leiðast við Matthías og Passíuna. Myndirðu segja að Matthías og Passían væri verk sem á við í nútíma samfélagi? Já, sjálfsögðu. Þetta er svo sammannlegt. Það er verið að fjalla um sömu hlutina við erum að horfa á í fréttum núna. Það eru átök. Það eru átök milli góðs og íls. En hvaðan skyldi hugmyndin af tónleikunum vera sprottin? Hún kemur hérna frá Akureyri, Menningafélagi og Þorvaldur Bjarni sem hefur svona stóra sýn á og vill gera stóra hluti og vill fjölbreytni. En svo Akureyringar hafa séð hérna Menningafélagið, það er mjög öflugt starf og mjög fjölbreytt og hann vill líka þessi deild tónlistarinnar, klassíska tónlistin, fá að njóta sín og það er mjög virðingavert og bara finnst þessi stórhugur alveg frábær. Ég vona bara að það verði hámálmessan eftir Bach næst og svo framvegis. Svona að lokum, á hverju eiga áhorfendur von sem koma hérna? Bara ég vona að þeir eiga von á stórkostlegri tónlistar upplifun og svona andlegu baði. Nú tökum við smá hlé en ekki fara langt, því við ætlum að hlýða á mjög ljúfa tóna eftir þær.